Jæja, komiði sæl og blessuð og ég vona að okkur takist að hefja þennan fund. Við erum hérna á veffundi Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi og við ætlum að tala svolítið kjaramál öryrkja. Og til þess að ræða þessi mál þá eru hérna komnar, það Þórunn Sveinbjarnardóttir sem að er í efsta sæti Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi og svo Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir sem að er í þriðja sæti á lista Samfylkingarinnar í þessu kjördæmi. Og svo hér að auki Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem að er formaður Öryrkjabandalagsins. Og þessar þrjár mætu konur, þær ætla að vera hér með dálítil innlegg og svo getið þið sem að eruð að fylgjast með út í bæ, þið getið sett inn athugasemdir, komment og við reynum að, og spurningar jafnvel, og við reynum þá að bregðast við þessum spurningum eða athugasemdum svona eins og okkur er fært. Þá held ég að okkur sé nú bara ekkert að vandana því að byrja og ég ætla þá að gefa fyrst Þórunni Sveinbjarnardóttur orðið. Þórunn, gjörðu svo vel. Bestu þakkir Guðmundur Andri og verið öll velkomin á fyrsta veffundun okkar hér í Suðvesturkjördæmi. Mjög gaman og gott að fá Þuríði Hörpu til þess að ræða þessi mikilvægu mál við okkur í kvöld. Mig langar að nefna nokkur atriði í byrjun fundar svona til að reyna að ramma inn efnið ásamt svo Ingu Björk og Þuríði Hörpu. Það liggur fyrir að það hefur orðið mikil og ósanngjörn kjaragliðlun á milli lágmarksframfærslu öryrkja og lágmarkslauna og atvinnuleysisbóta í landinu á síðasta áratug. Þessi gliðnun það mikil að það mjög brýnt að ný ríkisstjórn geri það forgangsverkefni að hækka lágmarksframfærslu öryrkja. Umræðan skerðingar svokallaðar okkur líka ofarlega í huga. Þannig að frítekjumark atvinnutekna hefur í rauninni staðið í stað, það hefur ekki fylgt verðlagi til dæmis og það þarf augljóslega að endurskoða það og færa það til horfs við það sem það var fyrir hrun, að minnsta kosti. Svo langar mig að nefna stöðu öryrkja og fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Það þannig að það eru allt of fá störf í boði sem að bjóða upp á sveigjanleikann sem að margir öryrkjar þurfa að hafa til þess að geta unnið fyrir sér og margir hafa kost á því, aðrir ekki, en ég tel að það sem brýnt að stjórnvöld beiti sér gagnvart aðilum vinnumarkaðarins og losi þessar þessar stífu ramma sem að eru í kringum skilgreiningu starfa og beiti sér fyrir því að það verði til dæmis til fleiri hlutastörf á íslenskum vinnumarkaði. Þetta þrennt langaði mig til að nefna í byrjun, svo dreymir mig auðvitað það að ný ríkisstjórn að loknum alþingiskosningum í haust verði ríkisstjórn sem að setur samstöðu þessa samfélags okkar allra með bættum lífskjörum öryrkja í forsæti og lætur ekki hjá líða að bæta kjör þeirra og sýnir líka öryrkjum og öryrkjabandalaginu og talsmönnum þeirra þá virðingu sem að mér finnst hafa skort í því samtali á milli stjórnvalda og ÖBÍ á liðnum árum. Og við í Samfylkingunni erum einlæg og mjög áfram það að við náum í ríkisstjórn til þess að vinna að þessum brýnu málum. Ég ætla að hafa þetta bara stutt svona í byrjun.
En takk. Takk fyrir þetta, Þórunn, og þá ætla ég að hleypa Ingu Björk að gjöra svo vel, Inga. Já, takk fyrir og hérna komið sæl saman sem eruð að horfa. Ég er sem skipað 3. sæti listans og ég hef kannski sérstöðu í þessum málaflokki sem kannski ekki margir frambjóðendur og stjórnmálamenn hafa haft í gegnum tíðina, og það er að ég hef sjálf verið á örorku. Og það sem ég veist kannski oft skorta í umræðina er sko svona, hvað getur maður sagt, að fólk viðurkenni það staðreynd að það er ofboðsleg breidd í örorkulífeyrisþega hópnum og hérna, þetta verður oft svona svolítið einsleitur hópur sem rætt er og stjórnvöld reyna að steypa alla í sama móti, en við erum auðvitað með fólk sem er allt frá því að fara á örorku seinni hluta starfsævinnar, til dæmis vegna veikinda eða slysa, yfir í einstaklinga sem eru til dæmis með fjölþætta fötlun og hafa alltaf verið á örorku og muni jafnvel alltaf verið á örorku, og þetta sko í raun og veru fallega almannatryggingakerfi sem við eigum saman sem þjóð á að þjóna öllum. Og mér finnst alltaf mjög mikilvægt þegar við tölum almannatryggingar að þær eru ekki í eðli sínu vondar, ef maður getur sagt það, heldur er kerfið bara orðið einhvers konar sko bútasumsteppi sem bara er hérna, sem þarf að laga til sko. Og ég sem þetta er 28 ára gömul og fæddist sem sagt, hefur verið fötluð allt mitt líf og var á örorku alveg þar til í fyrra. Og ég eiginlega gafst upp á að vera öryrki, eins asnalega það hljómar. Ég sem sagt hef ekki fulla starfsgetu og fannst þegar ég var búin að mennta mig í háskóla og var að taka svona skrefin út á vinnumarkaðinn út af örorku og vildi þetta vinna og leggja mitt til samfélagsins eins og svo viljum öll gera, þá sá ég að reikningsdæmið sem stjórnvöld hafa sett upp, það gengur eiginlega bara ekki upp. Það er ekki verið að bjóða fólki upp á það að vera bæði með skerta starfsgetu og taka þátt á vinnumarkaðinum. Og ég er í fullu starfi í dag vegna þess að það bara kom ekkert annað einhvern veginn til greina með hvernig spilin eru lögð á borðið af hinu opinbera, en ég er bara heppin til dæmis að vera með vinnuveitanda sem sýnir mig skilninga vegna fötlunum minnar, þá er ég suma daga að vinna heima eða suma daga að mæta seint eða hvernig sem það er, og þetta er auðvitað forréttindi sem ekki allir búa við, að geta hoppað inn í starf sem býður þeim upp á þennan skilning. Og mér finnst einhvern veginn að þetta kerfi bjóði bara upp á það að þú sért annarkvort á örorku eða ekki. Það er ekki kerfi sem við viljum hafa eða er einu svona hugsun í þessu. Til dæmis get bara nefnt sem dæmi að hérna, ég hef alltaf reynt að vinna meðfram því að vera örorku og maður má vinna fyrir 1,3 milljónir á ári fyrir skatt, sem þýðir þá 108.000 á mánuði fyrir skatt. Þetta þýddi að ég mátti nánast ekkert vinna og að þurfa að vera sko að lækka reikningana sína út af því að þú getur ekki lent í því að fara að skerðast og lenda allt í hnút. Og mér hefur fundið svona þetta algjörlega vanta, þú veist, að byrja að tala starfsgetumat og ekkert hugsa út í hvers konar vinnumarkað við erum að senda fólk út á. Það þýðir ekki að svelta fólk út á bótum. Við höfum séð ríki í kringum okkur að reyna að fara þá leið að svelta fólk bara út á bótum. Og það er ekki hægt. Það er ekki hægt að segja að þú ert með 50% starfsgetu í starfsgetumati og þú skalt bara drífa því 50% starf þegar það er engin störf í boði sem henta þér. Og sumir hafa auðvitað þannig starfsgetu að þeir geta kannski unnið 100% einn mánuð og svo ekkert næsta mánuð. En þetta kerfi okkar gerir ekki ráð fyrir þessu. Það er bara þannig að flestir þurfa bara að bíta í það súra epli sem hafa ekki fulla starfsgetu að lifa á þeim sultakjörum sem okkur er boðið af hinu opinbera sem er 250.000 cirka og það sem ég kannski svona brendi mig svolítið á að þegar ég fór að vinna að finna hvernig alls konar styrkir duttu niður eða greiðslur sem ég hefði fengið frá ríkinu sem ég hefði samt ennþá þurft á að halda, til dæmis bara bifreiðastyrkur. Ég þarf ennþá að reka bíl, ég myndi gjarnan vilja nota almenningssamgöngur meira eða hvernig sem það var en það er bara ekki boðið upp á það. Og ég þarf ennþá að leggja út fyrir alls konar hjálpatækjum og lyfjum
og fara í fleiri læknisheimsóknir og alls konar svoleiðis vegna þess að ég er ennþá öryrki. En kerfið bara kippir öllum stuðningi í burtu, það er bara allt eða ekkert. Og ég bara svona, ég væri svo til í að fá ríkisstjórn sem myndi nálgast þetta kerfi af sko bæði mannúð og hugrekki til þess að þora að stokka upp, þora að skoða þetta bara alveg frá A til Ö, bara hver markmiðin okkar og hvernig getum við náð þeim og stutt við fólk á sama tíma. Og það auðvitað ekki hægt að við séum sko í aðra röndina að kvarta yfir því að fólk sé að festast á bótum og svo í hinna röndina að gefa fólki ekkert annað val. Þannig að ég læt þetta duga í bili og hlakka til að heyra frá Þuríði Hörpu. Vil þakka Þuríði fyrir að vera með okkur í kvöld. Það er ótrúlega gaman að fá að spjalla þessi mál. Já, ég tek undir það og þakka þér fyrir þetta, Inga, og þetta var margt þarna sem að þú þekktir á sem að er mikið umhugsunarefni. Ég minni ykkur sem að eruð að fylgjast með á að þið getið skrifað inn athugasemdir eða hugrenningar þess vegna eða spurningar ef ykkur býður svo við að horfa. En þá ætla ég að gefa þér orðið fyrir Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, Guðmundur Andri, og þakka ykkur bæði Þórunn og Inga Margrét fyrir þessi orð sem þið hefur búin með og takk fyrir að fá að vera með ykkur í kvöld og komið öll bless og sæl. Inga Margrét kom inn á mjög margt sem að ég þekki vel og sömu sögur að segja það sem að Þórunn ræddi, að hún var að tala til dæmis um atvinnumál, öryrkja og fleira. Ég er búin að vera eiginlega samferða þessari ríkisstjórn núna undanfarin 4 ár sem að og kom inn í þetta starfdálítið bláæð og fulla baráttu og það sem að ég lagði svona á borðið það var að sko við værum dálítið skynsum, að við hlytum að það væri bara skynsemi að draga úr skerðingum og hækka örorkulífeyrir, þannig að fólk byggi ekki við fátæk og af því að Inga Björk talaði bæði um mannúð og hugrekki, að þá var þetta svona í fyrstu póstunum mínum og samtölum eða bréfum til stjórnvalda að þá brýndi ég fyrir þau að hafa mannúð að leiðarljósi í sínum störfum, leið og ég hvatti þau til góðra verka. Ég hafði virkilega trú á því að þessi stjórn myndi auðvitað bara sjá ljósið og fyndist það eðlilegt og sjálfsagt og líka réttlátt að taka svolítið utan þennan hóp sem hafi verið skilinn eftir frá því að hrunið varð og hafði ekki fengið leiðréttingu á sínum kjörum og sat ennþá uppi með óhóflegar skerðingar á mjög lágum lífeyri og auk þess sem að hvað ég segi, frítekjumark á atvinnutekjur hafði bara ekkert hækkað í mörg ár, en 2009 þá var það 109.000 krónur rúmlega frítekjumarkið á atvinnutekjur og enn þann dag í dag þá var það sama upphæðin og uppreiknað ætti frítekjumark til dæmis að vera eitthvað rúmlega 200.000. Það alvarlega sem svona alvarlegast að mínu mati sem hefur gerst á þessu kjörtímabili á þessum 4 árum sem ég búin að vera samfara stjórninni er að örorkulífeyrir hefur dregist aftur úr enn meira heldur en var og við höfum náttúrulega vakið athygli á því að 2007 var örorkulífeyrir á pari við lágmarkslaun og síðan gerist það að lágmarkslaun fóru fram úr en þá var allavega örorkulífeyrir aldrei lægri heldur en atvinnuleysisbætur. En í dag er örorkulífeyrir orðinn bæði langt undir lágmarkslaunum, tæpum 100.000 krónum og atvinnuleysisbætur eru nær 50.000 krónum hærri heldur en örorkulífeyrir. Og þá er ég auðvitað að miða við þann örorkulífeyrir sem að þú getur fengið frá TR sem að sá örorkulífeyrir sem að sko sumir öryrkjar eða sumt fatlað fólk
það hefur ekkert tækifæri eða það hefur enga aðra möguleika. Það ekki lífeyrisréttindi, lífeyrissjóði til dæmis, eða það bara mjög lítið lífeyrisréttindi. Og það á ekki einhverjar eignir og það ýmislegt sem að bara verður á til dæmis við ungt fatlað fólk sem mun aldrei geta tekið þátt á vinnumarkaði eða bara fullorðið fatlað fólk sem að lendir í slysum eða veikindum. En allavega fullorðna fólki það á kannski einhvern lífeyrisrétt en ekki unga fólki sem hefur alla tíð verið fatlað eins og Inga Björk benti á. Og það við getum ekki alltaf talað það að það þurfi bara að lagfæra atvinnumarkaðinn og ganga þannig frá að fatlað fólk geti farið í sveigjanleg störf og slíkt. Við þurfum líka að horfa til þess að það verður að tryggja þeim aðilum sem að alls ekki munu fara út á atvinnumarkaðinn, allavega ekki þann opinbera, það verður að tryggja þeim afkomu og framfærslu sem að í einhverju samræmi við það sem við sjáum bara í landinu í dag. Og það þýðir það að í mínum huga að örorkulífeyrir strípaður án allra viðbóta, hann á aldrei að vera undir lágmarkslaunum. Og sumum finnst þetta að vera frekjuleg krafa en gera sér þá ekki leið grein fyrir þeim kostnaði sem að fatlað fólk ber iðulega af fötlun sinni, og nú tala ég fötlun því að undir þann hatt eru langveikir og fólk með alls konar raskanir, taugaþroska-raskanir og fleira og blindir og bara mjög breiður hópur fólks. Við getum bara öll kallað okkur, við erum undir hatti orðsins fatlað fólk. En allavega þá þetta það sem við höfum barist fyrir núna síðustu 4 árin, það að draga úr skerðingum í örorkulífeyri. Þannig að það fólk sem gæti fara út á vinnumarkaðinn og hefði einhverja möguleika og tækifæri til þess, að það gæti farið að vinna. En það fólk lendir svo aftur í því að skerðingarnar sem eru innbyggðar í þetta kerfi okkar í dag, að þær eru svo háar að fólk þurfti jafnvel að borga með sér. Þó að væri kannski ekki að vinna með 40-50%, að þá tapaði það peningum á því að fara út á vinnumarkaðinn og ég veit dæmi þess að ung manneskja, hún þegar hún búin að reikna dæmi til enda og að þá borgaði hún með sér 30.000 krónur. Það að segja að það var dýrara fyrir, hún fekk ekki til vasann, hún tapaði 30.000 krónur. Þannig að þetta nú það sem að mér fannst að væri kannski fyrsta verka að draga úr skerðingum og að það væri jafnvel engar skerðingar upp að einhverju ákveðnu upphæð og ég hefði nú sagt að hún mátti nú vera dálítið hærri áður en að maður fari að skerða þennan lága örorkulífeyrir en við fengum þetta þessi svokallaða króna-á-móti krónu-skerðing sem við erum búin að tala mjög mikið í þessi 4 ár og það var dregið úr henni við fengum 35 ára afslátt á krónuna og það var nú allt og sumt sem náðust í gegn með það. Annað hefur einhvern veginn ekki gengið og varðandi hækkun á örorkulífeyrir. Við hefum fengið svona þessi hefðbundnu 3,5-6% hver mánaðamót og eins og staðan var núna, hverjum áramót ætla ég að segja, og eins og staðan var síðustu áramót og staðan orðið núna, það yfir 4% verðbólga, þannig að þessi 3,5% sem kom áramót, þau hurfu bara. Þannig að kjaragliðunin, hún heldur áfram. Og ég veit að fyrir suma sem eru kannski að hlusta þá finnst þeim erfitt að skilja hvað ég að tala en þetta bara mjög einfalt í sjálfu sér. Það þarf að hækka örorkulífeyrinn verulega, hann þarf að vera að lágmarki að pari við lágmarkslaun til þess að fólk lifi ekki við þennan lágtekjuvanda og
það þarf að tryggja það bara að fólk svona lifi af þessari framfærslu. Kannski þurfum við að skilgreina framfærslu viðmið. Hvað það í raun og veru sem fatlað fólk þarf að, bara og fólk í landum þarf að hafa til þess að lifa mannsæmandi lífi. Og ég var á fyrirlestraröð Eflingar fyrir 2 árum síðan, og þar var hún Harpa Njálsdóttir að tala, og samkvæmt hennar rannsóknum þá þurfti einstaklingur að vera með í kringum 500.000 krónur útborgaðar til þess að geta lifað svona mannsæmandi lífi. Þannig að það að öryrkjar hafi kannski 220.000 krónur útborgaðar, sem nú bara mjög margir sem eru einhvers og þar ekki kring, að það segir náttúrulega bara okkur öllum að enginn lifir af því. Þannig að þeir sem verður ríkisstjórn næst, hverjir sem það eru, þeir hafa mikið verk að vinna að svona lyfta upp þessum hóp sem hefur verið skilinn eftir, og reyna að jafna kjörin og innleiða eitthvað réttlæti til handa fötluðu fólki. Þannig að það hafi tækifæri til þess að taka þátt í lífinu og samfélaginu, bara til jafns við aðra. Örorkulífeyrir, hann auðvitað ekki allt, hvað ég segja, ég meina, það mjög margt annað sem að vantar upp á, svona varðandi að fatlað fólk, að það hafi tækifæri sem það þarf, að það getur búið í sjálfstæðri búsetu, og það ýmislegt fleira, og hafi tækifæri til náms og getur farið í samfélaginu. En grunnþörf allra að hafa í sig og á, geta lifað af þeirri framfærslu sem það hefur. Og ég held að almannatryggingakerfi sem við komum á, og allt þjóðfélagið var sammála að setja á laggirnar til þess að þegar að fólk þyrfti á því að halda, að þá væri það þar fyrir þá sem þyrftu, og þau hinn, eða fólk sem væri þá á vinnumarkaði, það bara borgaði sína skatta, og það var ekkert tiltöku mál. Ég held að við höfum öll verið mjög, og séum öll ennþá mjög sammála það að við borgum glöð skattan okkar til þess að svona velferðarmál, bæði hvort sem varðandi örorkulífeyrir, almannatryggingakerfið, menntakerfið, heilbrigðiskerfið eða velferðarkerfið, að þetta standi undir bara velferð fólks í landinu. Ég veit ekki hvort ég hafa þetta eitthvað lengra núna. Þakka kærlega fyrir, þetta bara held ég mjög gott, og takk fyrir þessa góðu brýningu. Upplifunin oft svo að þessi mál séu mjög flókin, og þetta sé svona frumskógur, og þetta, já, þetta sé allt svo flókið, en eins og þú bendir á Þuríður, þá þetta í grunninn mjög einfalt. Þetta er einfalt réttlætismál sem að þetta að ræða, og það er svo sannarlega, næstu ríkisstjórnar býður svo sannarlega mikið verkefni. Það eru komnar nokkra athugasemdir og spurningar, og ég sem að lesa það og svona beina því til ykkar sem að vilji taka boltann, og fyrst það Ragnheiður Sigurðardóttir. Ég ætla nú að lesa þetta þótt að sé á skjánum. Ég var á vinnumarkaði þangað til í ágúst, en varð að hætta vegna veikinda. Þannig varð að gera nýja tekjuáætlun, og hún reiknaði mér 144.000 á mánuði og svo 20.000 frá lífeyrissjóðum. Hvernig á ég að lifa af? Nú fengu þingmenn tæp 5% í launahækkun, allir flokkar lofa að taka að sér að laga þetta, en ekkert gerist. Ég var nú að játa, ég er eini maður hérna á svæðinu sem er þingmaður, enn sem komið er, og þannig að ég er svo eini sem að fékk þessa launahækkun sem að þú talar þarna, Ragnheiður, og það var bara þannig að efra lagið á samfélaginu, embættismenn í efra lagi, þeir tóku sér bara mikla launahækkanir, og fólk var svo skilið eftir öryrkjar,
og aldraðir voru svo skildir eftir. En viljið þið bregðast við þessu eða eigum að safna þessu kannski saman taka næstu athugasemd líka. Það frá Kristínu Sævarsdóttur. Ég mjög ánægð að sjá að Samfylkingin vill breyta kjörum öryrkja og hætta eða að minnsta kosti minnka skerðingar. Kerfið allt of ferkantað og setur alla í sams konar kassa. Hvaða sértækar aðgerðir á stefnuskránni? Hvernig megin hugmyndin atvinnuþátttöku fólks með fötlun? Mig langar einnig að vita hvaða stuðningur dettur út þegar manneskja með örorku fer á vinnumarkaðinn og hvað helst inni. Já, þetta eru margar mjög fínar spurningar og alveg mjög góð ábending þetta með ferkantaða kerfi sem setur mjög fjölbreyttan og víðan og breiðan hóp allan undir einn hatt. Viljið þið taka eitthvað af þessum boltum? Þórunn eða Inga? Já, Þórunn, gjörðu svo vel. Kannski bara aðeins til þess að byrja því að bregðast við því sem að Ragnheiður skrifaði inn. Ég myndi halda að það væri eðlileg ráðstöfun bara með hvað varðar hækkunina á örorkulífeyri að hann tæki á sig sömu hækkun og til dæmis laun þingmanna eins og þau eru ákvörðuð. Þá erum við bara að tala að minnsta kosti sömu prósentuhækkun. Ég tek undir með þér, það getur enginn lifað á 174.000 á mánuði, það ekki hægt. Og ég velti fyrir mér hvernig í rauninni ég kann það ekki nógu vel, þær kunna það Þuríður og Inga Björk með tekjuáætlunina, en hún þá væntanlega reiknuð út frá fyrri tekjum og síðan í samræmi við lágmarkslífeyri. Mér finnst þetta sýna svart og hvítu upp á hvaða kjör við samfélagið býður fólki sem að missir starfsgetuna. Mér langar aðeins að bregðast við því sem að Kristín Sævarsdóttir sagði hér. Hún talar sértækar aðgerðir. Ég held að stærsta aðgerðin sem við þurfum að fara í að bregðast við kjaragliðnuninni, eins og við höfum kallað það, sem hefur orðið á milli lágmarkslífeyris og lægstu launa í landinu. Og það þýðir einfaldlega að það þarf að hækka lágmarkslífeyrin og það þarf að vera eðlilegt fyrsta skref í ríkisstjórn að gera það. Og síðan þarf að skoða skerðingarnar, einmitt með tilliti til þess að þær, eins og þið þekkið að það verður að borga sig þá að fara út og ná sér í meiri tekjur fyrir þau sem að það geta. Og mér varst líka góður og við þurfum að muna að hópurinn margvíslegur, hann mjög fjölbreyttur eins og Inga Björk sagði og auðvitað eru öryrkjar sem að geta ekki unnið og þurfa auðvitað að hafa þannig betri kjör af því þetta eru þessi kjör sem að fólk að hafa alla sína ævi. Þetta auðvitað það sem að Samfylkingin þarf að skoða, svo ég bregðist við hjá Kristínu. Ég held þetta með atvinnuþátttökuna mál sem að krefst mikillar vinnu og bara þess að allir leggist á þær árar, en ég held samt að það sé hægt að búa til hvata. Við höfum nú séð hvernig ríkið hefur brugðist við í faraldrinum með því að létta undir með fyrirtækjum og stofnunum. Og ég alveg viss að það hægt að búa til slíka efnahagslega hvata líka til þess að skapa fleiri sveigjanleg störf fyrir þau sem að hafa áhuga á og geta sinnt þeim. En ég ætla að láta þetta duga í bili frá mér. Já, takk. Inga Björk, þú getur kannski aðeins hjálpað Kristínu með þetta seinna sem hún að spyrja hvað stuðningur dettur út og hvað helst inni. Þetta kannski fyrst til þess að segja bara mitt á Ragnheiði bara ég skil þetta svo vel og ég hef mitt lent í vandræðum líka með þessar tekjuáætlanir eins og til þess bara þegar ég byrjaði að vinna þá hélt Tryggingastofnun áfram að borga mér bætur og vildu svo að ég myndi greiða þeim tilbaka nokkrum mánuðum seinna. Þú veist, það bara einhvern veginn, allt kerfið bara svo galið einhvern veginn, þannig að ég bara, já, það bara eiginlega ekki þetta að segja nema bara þetta sé ömurlegar aðstæður og ég bara finn mikið til með öllum sem standa í þessum sporum. En hvað varðar það hvaða stuðningur dettur út og hvað helst inni, það miðast allt við tekjur. Hversu eins mér skilst að
þeir eru kannski meiri sérfræðingur í þessu heldur en ég, en ég held að sé svona í kringum 400-450.000 þar sem bara allt dettur út. Að minnsta kosti, þú veist, bifreiðastyrkurinn og örorkustyrkurinn er tekjutengdur og mér skilst að barnalífeyrir sé það líka. En auðvitað finnst mér sem öryrkja að auðvitað ætti á fólk að halda áfram að fá styrk fyrir því sem það þarf að leggja út fyrir, því að auðvitað eins og við fyrir vorum að tala áðan að það eru hjálpatæki, það eru lyf, læknisheimsóknir og allt þetta sem fatlað fólk þarf að leggja út og mörg heilbrigðistæki sem þarf að leggja út fyrir. Þannig að þetta er mest allt tekjutengt. Já, gleymd af. Viltu bæta einhverju við þetta fyrir þér, gjörðu svo vel? Ég held að það sé bara að munar einmitt rúmlega, það komið upp í 400 og það nær ekki 450.000, þetta eru 410.000 eða eitthvað álíka. Það kallast svo kallað krónufall, því að ef þú bætir við 1 krónu, til dæmis bara fjármagnstekju eða eitthvað, að þá missur allan stuðninginn. Þannig að þetta er rosalega harkaleg skerðing sem kemur þarna inn á fólk. Það er þetta kallað krónufall og er ofboðslega brött skerðing þar sem að bara ef þú ferð 1 krónu yfir þá missur allan stuðning og þetta til dæmis hef við talað við stjórnvöld og varðandi bara að þegar fatlað fólk í vinnu sem að bara ótrúlega margir eru miðað við það að okkur fólki er gert svo erfitt fyrir að þegar fatlað fólk í vinnu að þá getur það ekki fengið launahækkanir. Ef það fær sem sagt launahækkanir en til þess að það missi ekki allan þennan stuðning að þá þarf að lækka í vinnu eða hlutfalli. Atvinnuhlutfalli það þarf að lækka það. Það er eina leiðin til þess að fólk missi ekki allan stuðninginn. Þannig að þarna til dæmis eitt gáfumerkið hjá stjórnvöldum með hvernig þetta hvað þetta klikka, þetta kerfi okkar, að fólk getur ekki notið launahækkana, heldur þarf að minnka starfshlutfallið til þess að missa ekki allt. Og ef þú ert með örorkumat, þá það nú bara einfaldlega vegna þess að þú hefur miklu minni tækifæri til að taka þátt í atvinnumarkaði vegna þinnar fötlunar, hvort sem hún vegna veikinda eða vegna einhvers annars. Og þess vegna svo rosalega mikilvægt að örorku fólk hafi örorkumati til þess að það tryggi því ákveðin réttindi. Því ef þú væri bara metin út frá starfsgetu, þá tekur hún ekki tillit til þess hvort þú veikist eða hvort þið hrakar eitthvað eða hvort að þú getur ekki mætt 1 mánuðinn eða eitthvað slíkt. Þess vegna verður eiginlega, finnst okkur að læknisfræðilega matið að það tryggi betur fólk heldur en ef það væri starfsgetumat í gangi. Og við treystum því frekar að læknar sem eru kannski heimilislæknar fólks og svo bara alls konar sérfræðingar og endurhæfingar og meðferðar aðilar að þeir meti það í samvinnu við viðkomandi einstakling hvort að hann telji sig og þeir sjáu það að hann geti farið út á vinnumarkaðan eða ekki. En ef þú ert kannski að fara inn í gegnum starfsgetumatið, þá eins og einn sem ég þekki, hann algjörlega blindur og hann var að fara sótt sérst í lífeyriskerfinu sínu vegna þess að hann var búinn að missa vinnu og var bara átti ekki var ekkert að komast í neina vinnu og var þar ekki búinn að glíma við ýmislegt sem að gerði hann eiginlega bara óunnifæran. Og þegar hann kom út úr
hann fékk að lokum mat hjá lífeyrissjóðnum sínum og það var auðvitað starfsgetumat, hann metinn út frá starfsgetu og hann sagt að hann var með 50% starfsgetu. Og þannig að hann fengi þá helming sko út úr lífeyrissjóðnum en ætti að fara að vinna á móti til þess að afla sér tekna. Hann var náttúrulega þannig staddur að þessi einstaklingur að lífeyrissjóðurinn var það hár að hann hefði ekki fengið neitt út úr tryggingasafninu. Eða hann var allavega yfir 300.000 kall eða eitthvað það bil, þannig að það hefði ekki komið neitt og hann var þeim aldri. Þannig að starfsgetumatið, það ekkert eitthvað, þú veist, að virka fyrir fólk. Hann ekkert að fara út á vinnumarkaðinn og finna sér einhverja vinnu. Fatlað fólk fær sjaldnast, það yfirleitt að fara að sækja starf á móti ófatlari manneskju þá svona frekar fólk svona treystir sér ekki að taka fatlaða manneskju og sérstaklega ekki ef hún á einhverja geðrænar áskorunar að stríða. Þá það alveg bara nánast útilokað. En hins vegar, þá höfum við alltaf haldið fram, höfum upp í, að það væri tilraunarinnar virði hjá stjórnvöldum að byrja því að taka út þessar skerðingar, þannig að það fólk sem hefur möguleika á að komast inn á vinnumarkað í sveigjanleg störf eða eitthvað, og það nú þannig að við búum í tiltölulega litlu samfélagi og margir eiga frændur og frængur eða einhverja ættingja sem að tósaði inn á vinnumarkað og hafa skilning á þínum aðstæðum og þú getur verið í sveigjanlegu starfi eða eitthvað, að það tilraunarinnar virði að taka út þessar skerðingar og sjá hvernig fólki þá gengur að fóta sig og síðan að hvetja fólk og fá Vinnumálastofnun og fleiri og virk og fleiri í lið með sér til þess að hjálpa fólki að komast í störf, því að ég veit líka að stærri fyrirtæki, við reyndar ekkert með þetta mjög mörg stór fyrirtæki, en það nú samt þannig að við erum samt með nokkur, að þau sjá sér hag í því og vita það að það eiginlega bara virðisaukandi fyrir bara starfsmanna, bara mannauðinn í fyrirtækjunum að vera með margbreytileika innan fyrirtækjanna. Og það að hafa fatlað fólk í vinnu, það mjög margir sem vilja og segja við mig, við viljum endilega ráða fatlaða manneskju í vinnu, getið þið bent okkur á einhver, getið þið reddað okkur einhverjum. Þegar við tegjum okkur út til fyrirtækja eða atvinnurekenda, að þá þetta kannski oftast það sem viðmót sem að mætir manni, og við höfum náttúrulega aðalega verið að tala um stór fyrirtæki. Þannig að ég, og þetta hef ég oft sagt við stjórnvöld, það verður að bara prófið, dragið úr skerðingunum, sjá hvað gerist. Það nefnilega ekki þannig að fatlað fólk á Íslandi nenni ekki að vinna og langi ekki til að taka þátt í vinnumarkaði. Það bara stærsti hluti fólk sem langar til að taka þátt í samfélaginu, fara út og taka þátt í svona vinnustaðamenningu og eignast samstarfsaðila félag og allt þetta. En þeim bara fólk ekki gert þetta kleift. Og við allavega til skamms tíma, þá vorum við þannig stödd hérna á Íslandi að það var yfir 30% fatlaðs fólks var í vinnu, einhverju vinnu. Og við höfum stundum borið þetta saman við bara Danmörku sem fór í gegnum það að keyra inn starfsgetumat með tilheyrandi alls konar hörmungum eiginlega 2003 og kerfið þeirra var mjög lengi að jafna sig því þau þurftu að fara tilbaka og lagfæra fullt og voru lengi að því. Og síðan tókuðu var gerð rannsókn á því hverju þetta skilaði, hvað þetta skilaði stórum hluta út á vinnumarkaðinn. Og það kom í ljós að eftir öll þessi ár, ég man ekki hvort það var 12 ára eða hvað þetta var sem að
búið var að keyra þetta kerfi, að þá voru 40% fatlaðs fólks sem var komið út á vinnumarkaðinn. Þannig að við varum þá í raun og veru að sækjast eftir 10% viðbót. Og ætluðum að snúa hérna öllu kerfinu á hvolf, fara að meta fólk einhvern veginn allt öðruvísi inn í almannatryggingakerfið eða til örorku og greiða því einhvern veginn allt öðruvísi út og já, þannig að til þess að einmitt að bæta við einhverjum 10% af fólki sem fær út á vinnumarkaðinn. Síðan hefur við verið mjög fengið mjög á baukinn fyrir það að við séum með svo mikið af ungum örgjum, ungu fólki sem að nennir ekki að vinna, sem að liggur bara heim í tölvuleikjum, eins og var þetta ungir menn sem að voru bara aðallega að reykja hass eða eitthvað, voru í óreglu og lágu upp á kerfinu. Það var alls konar mýtur sem búnar til og viðhorf sem búnar til á fólk. Og ég hef nú bara sagt það að ef ungt fólk að koma hérna út úr grunnskólum svo brotið að það sjá engan tilgang í lífinu og eins og við vitum að strákar, 30% strákar kom ekki læsir út úr skólum, út úr grunnskóla, þá eitthvað að þarna það þarf að leita skoða orsakirnar en ekki einhverja afleiðingar, því að ef við förum ekki inn í menntakerfi og byrjum strax mjög snemma að reyna að styðja börn sem að eiga einhvern hegðunarvanda að stríða eða erfiðar félagslegar aðstæður eða eru bara jaðarsett bókstaflega því að foreldrarnir eru öryrkjar. Ef við förum ekki þar en strax og grípum þessi börn þá og fylgjum þeim út og eflum þau og styrkjum þau, fylgjum þeim í gegnum grunnskólan og hjálpum þeim bara út í lífið, að þá erum við alltaf að eiga við afleiðingar en ekki ekki orsakirnar. En þetta nú annars að mér finnst bara við oft erum að lenda í ofta að það hefur verið að tala einhverjar staðalmyndir af öryrkjum og það búið að gildislaða þetta svona svo ljótu og anstíkilegu að fatlað fólk vill ekki einu sinni viðurkenna sig fatlað. Bara eins og til dæmis ég átti rosalega erfitt með að viðurkenna mig fatlað því ég vildi frekar vera hreyfihömluð eða eitthvað allt annað heldur en fötluð á tímabili og uppgötvaði svo bara, svo fór maður bara að hugsa, af hverju þetta svona skelfilegt vera öryrki eða fatlaður, hvað eiginlega að? Og þá náttúrulega uppgötvaði ég það að þetta bara búið að imprenta manni þetta frá því maður bara barn að þetta væri eitthvað skammarlegt og eitthvað sem að maður ætti náttúrulega alls ekki að verða, en málið það bara að fólk getur ekki að þessu gert, það getur veikst, það getur slasast, það fæðist fatlað, þannig að við þurfum aðeins að bara viðurkenna það að fatlað fólk bara hluta í samfélaginu, hefur alla tíð verið það, alltaf, mun verða það áfram og það það auðgar samfélagið og við eigum að vera, hvað ég segja, á ekki að vera aðgreint einhvern veginn jaðarsett. En það það sem í dag og það það sem við erum að glíma við. Það ekki bara viðhorf stjórnvalda, stjórnvöld eru senda skilaboð og almennings og svoleiðis, heldur að líka erum að glíma við fólks gagnvart sjálfu sér, skömmina og ýmislegt fleira sem að fatlað fólk þarf að burðast með, auk þess að búa við bara allt annan lífskjör heldur en ófatlað fólk og hafa minni tækifæri í lífinu. Og það bara það sem þarf að gera, bara það auka tækifæri og bara viðurkenna fatlað fólk sem bara hluta af samfélaginu og rétta hlut þess. Það náttúrulega æðið verkefni eins og staðan orðin í dag. Takk fyrir það.
og takk fyrir að deila með okkur þessu og þarna nú mörg aldeilis umhugsunarefni. Það má nú líka minna á, sko, þú varst að tala þessar svona staðalmyndir þessar ungu karlmenn sem oft talað sko, en það minna talað að sko, það töluvert að hafi farið á örorku konur upp úr miðjum aldri sem hreinlega brenna út og bugast af því að vera í margföldu umönnunarhlutverki í fjölskyldum sínum og bera ábyrgð á heimili og bera ábyrgð á gamla fólkinu í fjölskyldunum sínum og þessar konur eru jafnvel líka að vinna við umönnunarstörf í heilbrigðiskerfinu og þessar konur hafa eiginlega verið sá hópur sko, sem að hefur fjölgað mest í örorku á seinni árum. En það minna talað þær og þeirra þarfir. Það spurt hvort að kjarabót öryrkja verði í stjórnarsáttmálanum ef að Samfylkingin komist í stjórn. Ég ætla nú bara að leyfa mér að svara því að svo verði og að við munum gera það forgangsmál að leiðrétta kjör öryrkja og það svar held ég að gildi líka aðra spurningar hér. Heiða Björg Hilminsdóttir, hún með spurningu til Þuríðar atvinnuþátttökuna og þetta þetta stórt og merkilegt mál með menntunar möguleika, hvort að sveigjanleikinn sé nægur þar og sko það væri nú gaman líka bæði hér frá þér Þuríður þetta og jafnvel líka frá þér Inga Björg þessa spurningu. Bara hvor eitthvað sem vill byrja? Já, ég skal bara varðandi menntunar möguleika, það má þetta auka þá heilmikið en ég ætla bara að byrja að benda á það að fötluð börn geta sko fara ekki gegnum framhaldsskóla eða háskóla á fullu gasi. Fötluð ungmenni, þau taka skólan hægar, þau hafa engan rétt á stúdentagörðum ef þau ekki fyrir námi, og þau mega ekki búa heima hjá sér, heima með foreldri sem fatlað ef að þau ekki fyrir námi. Þrátt fyrir það sem að gerist í júní að félags- og barnamálaráðherra sett inn víkkun á þetta reglugerðarákvæði þannig að fólk það getur búið heima hjá fötluðu foreldri til 24 ára aldurs sé þau í fullu námi. Þá vil líka benda á það að börn fatlaðs fólks þau hafa lítinn stuðning, fjárhagslegan stuðning og einu stuðningur sem þau geta haft kannski hjá foreldri, það bara sem veitir í húsaskjól. Þau þurfa oft á tíðum að vinna fyrir sér, vinna fyrir sinn skóla, vinna fyrir skólabókum, fatnaði og ýmsu fleira. Þannig að þau taka heldur þá ekki skólan á fullu gasi, heldur þurfa að vera lengur að fara í gegnum háskóla til dæmis. Ég varðandi fötluð ungmenni sem að fara inn í framhaldsskóla og nú ég að tala kannski meira út frá bara aðgengismálum, að það má mjög mikið meira að gera til þess að bæta aðgengi, bæði sjónrænt og aðgengi, bæði sjónrænt og hvað heitir það? Líkamlegt aðgengi inn í skólum. Og aðgengi sem víðustu skilningi þess orðs en og svo og líka inn í háskólum. Við erum til dæmis með aðgengisleysi inn í Háskóla Íslands. Þar sem að ungmenni sem í hjólastól hafa þurft að hætta við að fara í ákveðin nám eins og líftæknifræði eða eitthvað sem það hafi verið kennt í svo gamaldags húsnæði að þau hafa ekki komast þar inn. Þannig að það er margt sem að bæta en ég alveg viss að Inga Björg getur bætt við varðandi menntunarúrræði þá sérstaklega fyrir börn sem eru með einhverjar þroskahamlanir eða einhverfu eitthvað slíkt. Já, það er líka einstaklingar sem að fara nú svona síður út á opinberan starfamarkað eftir sína
skólatíð? Já, ég náttúrulega hef bæði reynslu af því að vera fatlaður námsmaður á öllum skólastigum og svo auðvitað líka í gegnum störf mín hjá Landssamtökunum Þroskahjálp þá erum við auðvitað mikið í þessum menntamáli sem snýr þá aðalega að nemendum sem eru með þroskahömlun og skildafatlanir einhverju og slíkt. En það sem kannski helst vantar er einmitt bara tek undir allt sem Þuríður Harpa segir, en það er líka stuðningurinn í námi. Við geta haft, saman hvort að fólk sé með NPA, notendastýrða persónulega aðstoð eða ekki, að þú getir framfylgt þínum grunnþörfum meðan þú ert í skólanum. Að þú getir fengið að borða, að þú komist á klósettið, að þú getir farið í úlpút í frímínútur, allt þetta. Það er svo margir nemendur sem búa í þann veruleika þegar hafa ekkert yfirráð yfir sínu lífi. Þeim fá úthlutað stuðningsaðili í grunnskóla, einhver sem er líka kannski ekki við eða vilja kannski bara vera með einhvern á sama aldri eða einhver unga manneskju en er úthlutað einhverjum sem er kannski bara líka að sinna gangavörslu eða er að sinna öðrum börnum líka. Og þetta býr til svo mikið þetta býr til þá stöðu að fatlaðir krakkar neita sér oft aðstoð í skólanum vegna þess að þau vilja ekki fá aðstoð, út af því að þau fá ekki að velja þann sem aðstoðar þau. Og þessi stuðningur í námi verður til dæmis til þess að fólk einmitt sleppir því að borða eða sleppir því að fara á klósettið. Og þetta á við á öllum skólastigum og það hefur auðvitað til dæmis reynst fötluðu fólki mjög erfitt oft að vera í háskólanámi því að stuðningskerfið sem boðið er upp á í HÍ er svona hálfgert sjálfboðaliða kerfið þar sem fólk fær kannski einhverja smá greiðslur fyrir að hjálpa samnemendum sínum á milli kennslustofa og taka bækur upp úr töskum og styðja það yfir bílastæði og svoleiðis og þetta er auðvitað bara þetta er ekki stuðningur sem býður upp á mannlega reisn, skiljiði. Þetta er stuðningur sem er bara bútasaumur og málamyndastuðningur. Og svo er það auðvitað líka hjálpatækin í skóla því að nemendur missa auðvitað réttinn til þess að fá hjálpatæki í skólanum eftir að skólaskyldu lýkur. Þannig að ef þig vantar einhver nauðsynleg hjálpatæki, saman hvort það er í framhaldsskóla eða háskóla eftir að þú ert orðið sjálfráða, þá þarftu að sækja það til sveitarfélagsins og það er allt annað umhverfi heldur en þú ert vanur þegar þú ert vanur að sækja hjálpatæki til Sjúkratrygginga Íslands sem er á forræði ríkisins. Þannig að þarna eru krakkar og ungt fólk sem eru að taka sín fyrstu skref sem fullorðnir einstaklingar að lenda í alls konar flækjustigi meðan þau eiga bara að vera að hugsa að læra og fá sér bjór í háskólanum með vinum sínum og fara á djammið, skiljið. Þau ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því hvernig þau komast á klósetti í háskólanum. Það er bara, það er svo niðurlægjandi staða og það er eins og Þuríður Harpa segir, bara aðgengið í sérstaklega í Háskóla Íslands er bara ekki boðlegt í mörgum byggingum og þetta er auðvitað eitthvað sem fólk á ekki að þurfa að vera að glíma við. Svo er það auðvitað þessi hópur sem er með þroskahömlun og þeirra námstækifæri eru náttúrulega bara mjög fá. Það er diplómanám í háskólanum fyrir fólk með þroskahömlun og þar er tekið inn annað hvert ár. Örfáir nemendur annað hvert ár. Og þessi nemendur hafa mjög takmarkað val hvað þau læra. Það eru annars vegar tómstundafræði og hins vegar held ég leikskóla eða einhvers konar félagsliða námi í leikskólafræðum. Og þarna er mannauður sem við bara höfum ekki eins og hugmyndaflug í að hægt sé að nýta. Ég meina, fólk sem er innhverft eða með þroskahömlun getur haft áhuga á jarðfræði og vilja vera í vettvangsferðum með jarðfræðingum að safna sínum eða vilja vinna sem kokkar þó þau geti kannski ekki borið ábyrgð á heilu eldhúsi og geta verið frábæri starfsmenn á þeim vettvangi. En við bjóðum ekki upp á þennan sveigjanleika inn í námskerfin okkar fyrir þessa námsmenn sem þurfa kannski aðrar áherslur í námi, geta ekki klárað allt námið og mér finnst þetta bara rosalega sorglegt að við skulum ákveða það að það sé bara best fyrir fólk að sitja inn á risastórum vinnustöðum og líma limmiða á jarðarberjaöskur, skiljiði. Þarna erum við með mannauða fólki með alls konar áhugamál og þekkingu og kraft sem við erum bara ekki að nýta. Okkur dettur ekki í hug að nýta. Þannig að þessi hópur er oft mjög falinn, hann er oft faldari heldur en við sem erum hreyfihömluð
og þau hafa færri tækifæri til náms heldur en við sem erum hreyfihömluð og þau eru að koma út af starfsbrautunum og það tekur henni ekkert við. Þau fara á starfsbraut sem þetta í framhaldsskóla og þegar þau koma þaðan út og það er búið að efla þau með mannréttindahugsun, það er búið að segja þeim að þau geti allt sem þau vilja en svo tekur ekkert við. Það er engin úrræði í boði. Nema einhver kannski símenntunarnámskeið eða mitt og örfáar komast inn í Háskóla Íslands í diplómanámi. Þannig að þarna þarf sko aldeilis að vinna verk og við munum auðvitað öll þrýsta á þann sem verður menntamálaráðherra og vonum auðvitað að það verði góður menntamálaráðherra sem við fáum eftir kosningarnar. Ég ætla nú ekki að, ég geti talað um þetta í 4 klukkutíma en ég ætla að láta hér við sitja. Já, og þetta var nú aldrei fín ræða. Þórunn, vilt þú bæta einhverju? Já, bara ef ég má svona, að því mér langaði til þess að þegar Grétar Pétur var að spyrja leiðréttingar á lágmarkslífeyrinum og mér langaði að minna á það að þingmenn Samfylkingarinnar fluttu frumvarp á þingi í fyrra, 2020, held ég alveg örugglega Andri, þar sem að var lagt til hækkun lágmarkslífeyris. Hefði meirihluti Alþingis samþykkt það frumvarp sem þeir gerðu ekki, þá væri lágmarkslífeyririnn núna, ef ég man rétt, það bil 350.000 krónur og það var gert ráð fyrir afturvirkni í innleiðingunni, þannig að þingflokkur Samfylkingarinnar hefur sannarlega barist fyrir bættum kjörum öryrkja á liðnu kjörtímabili og við munum gera það áfram eins og við höfum alltaf gert. Takk fyrir þetta, Þórunn. Sko, þetta er að vera komin klukkutími hjá okkur og tíminn líður ansi hratt þegar erum svona margt að tala og ég er að hugsa að leyfa ykkur ég ætla að gefa ykkur svona eitt hring bara að þið segið svona loka orð núna og ég taka það þá öfugt miðað við hvernig þetta var áðan og þá byrjar þú Þuríður, Harpa og svo kom Inga Björk og loks Þórunn. Þannig að ég ætla að gefa þér orðið, Þuríður. Gjörðu svo vel. Þú ert mjútuð. Já. Það er ekki að mér. Nei, þú er komin inn. Okay. Er það ekki bara hvetningu til að þau komist í ríkisstjórn að hækka lífeyrin, leiðrétta kjaragliðnun og skilgreina framfærslugrunn, þannig að og þetta sem að Þórunn var að tala um áðan varðandi 69. greinina og tvöfaldarlásinn, þetta þingfararkaup sem að þetta eiginlega að þá held ég að það sé alveg borðleggjandi að ég held að það þurfi að tengja örorkulífeyrir við þingfararkaup eins og þingmennir eru með til þess að tryggja að öryrki fái þá hækkun sem að bara launahækkanir sem að aðrir eru að fá í samfélaginu en sé ekki bara skildir eftir og búin til einhverja krúsindúlur til þess að halda þeim á sem lægstri framfærslu. Það vildi bara takk fyrir það. Fyrir mig. Já, takk fyrir okkur. Inga, gjör svo vel. Já, ég vil bara þakka fyrst og fremst fyrir frábært spjall. Það er bara alveg ótrúlega gaman að geta rætt þetta, sérstaklega við Þuríður Hörpu sem er þetta brunnur af fróðleik í þessum málum. Ég bara ætla að hafa lokaorð mín að ég vona að okkur hlotist svo gæfa að fá ríkisstjórn sem tekur þessi mál alvarlega og ætlar fyrir í alvöru að leiðrétta kjör þessa hóps og tækifæri og réttindi þeirra. Takk fyrir það. Þórunn, gjör svo. Já, mér langar að þakka ykkur fyrir þáttökuna, sérstaklega Þuríður Hörpu fyrir að vera með okkur á þessum fundi. Mjög lærdómsríkt og gott að heyra það beint frá þér, Þuríður, og auðvitað er Inga Björk okkar kona í kraganum og sannarlega með puttan á púlsinum og veit nákvæmlega hvað við þurfum að gera. Og ég endurtek það sem ég sagði áðan, Samfylkingin hefur barist fyrir betri kjörum öryrkja og mun gera það áfram og mér langar til þess að taka mér í munn orðin sem að Inga Björk lét falla áðan,
að við sýnum mannúð og hugrekki. Og ef við sýnum mannúð og hugrekki, bæði núna í aðdraganda þessa kosninga og í kosningunum sjálfum og eftir þær, þá vonandi fáum við meirihluta sem að gerir það sem gera þarf og bætir kjör öryrkja á Íslandi. Takk. Takk fyrir það, Þórunn, og þakka ykkur öllum sem að hlýddu. Ég held ég verði að deila með ykkur hérna einu kommenti viðbót frá henni Sigríði Huld sem að skrifar hérna varðandi menntunarmálin sem Inga var að ræða áðan. Þá ekki nóg að bjóða ný menntunarúrræði. Vinnumarkaðurinn verður að viðurkenna til dæmis nám fyrir aðstofafólk í iðngreinum. Fólk vill geta fengið störf og laun í samræmi við það nám sem það fer í. Áfram, þið góða fólk, var því miður bara að detta inn á fundin. En já, og nú erum við alltaf detta út og bara þakka þér, Sigríður, og þakka ykkur öllum sem að lögðu hérna orð í belg á þessum fína fundi og ykkur sem hlýddu. Verið þið sæl.